Góðan dag, þá setjum við fund bæjarstjórnar númer 231, miðvikudaginn 27. mars klukkan 17:30. Mættir eru allir aðalmenn bæjarstjórnar og áður en við höldum til formlegrar dagskrár þá eru hér nokkur mál sem þarf að leita afbrigða með. Það er annars vegar í fyrsta lagi kosning í ráð og nefndir 2025 sem myndi þá verða fjórða mál á dagskrá fundarins. Greiðsludreifing á lóðagjöldum sem verður 5. mál og fundagerð númer 122 frístundar og menningarnefndar sem var haldin 20. mars 2025 verður 10. mál á dagskrá. Þannig að allir eru samþykkið því að taka þessi mál á dagskrá og vinsamlegast gefa merki. Einnig vill sá sem hér stendur ítreka að undirritaður tekur ekki þátt í afgreiðslu á öðru máli og þá getum við vindum okkur í dagskrána og það eru 10 mál á dagskrá og við byrjum á fyrsta máli. Það er samþykkt umgengni og þrif utanhús á starfssvæði HES. Tekið fyrir 7. mál úr fundagerð númer 442 í bæjarráði frá 19. mars. Samþykkt umgengni þrif utanhús á starfssvæði HES. Lögð voru fram drög að samþykkt umgengni og þrif utanhús á starfssvæði HES og afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykki samhljóðas. Samþykkt umgengni og þrif utanhús á starfssvæði HES og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn og kynningar í umhverfisnefnd. Orðið er laust þetta mál, ef eitthvað vill kveða sér hljóðs. Svo er ekki, þá leggi þetta til samþyktar og þeir sem samþykja gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá er aðal- og deiliskipulagstillaga Hafnargötu 101. Tekið fyrir 3. mál úr fundagerð 68 fundar skipulagsnefndar frá 20. mars síðastliðinn. Og það hljóðar svo: tekinni fyrir deiliskipulagstillaga vegna Hafnargötu 101 að lokinni kynningu samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010 engar athugasemdir bárust. Afgreiðsla skipulagsnefndar er svohljóðandi: engar athugasemdir komu við forkynningu skipulagsins. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að umhverfis- og skipulagsviði verði falið að auglýsa tillöguna samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið er laust. Ef enginn vill kveða sér hljóðs þá leggi þetta hér til samþyktar. Þeir sem samþykja gefa merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Þá eru komin í 3. mál á dagskrá. Það er Grænaborg, deiliskipulagsbreyting í Staðaborg og það er tekið fyrir 4. mál úr umræddum fundi bæjarráðs 68. fundi frá 20. mars 2025. Grænabyggð EHF óskar eftir deiliskipulagsbreytingu á lóðunum Staðaborg 1-25 og Staðaborg 2-12. Sú breyting er lögð til að lóðum ofan Staðaborga verði fækkað úr 12 í 9. Innan hvers byggingareits verði heimilt að byggja 6 íbúða fjölbýlishús í stað 4 íbúða rað eða fjölbýlishús. Byggingar eru eftir sem áður á 2 hæðum. Við Staðaborg 13-25 er lagt til að heimilað verði að byggja 2 5 íbúða raðhús og 2 6 íbúða raðhús á 1 hæð. Í stað 4 íbúða rað eða fjölbýlishús á 2 hæðum. Númeraröð breytist í samræmi við breytingar á lóðunum. Fjöldi íbúða eftir breytingur óbreyttur, það er 76 íbúðir alls. Afgreiðsla skipulagsnefndar var svohljóðandi: það er mat skipulagsnefndar að óverulega breytingu sé að ræða samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Nefndin felur umhverfis- og skipulagssviði að grenndarkynna tillöguna í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar og leggur til við bæjarstjórn
að heimila breytingu og að fyrirliggjandi tillaga verði samþykkt í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 gegn því að ekki berist umsagnir sem gefi tilefni til breytinga á áformunum. Og orðið laust þetta mál. Nú, ef enginn kveður sér hljóðs þá legg ég þetta til samþykktar. Þeir sem samþykkja þetta gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. mál á dagskrá. Það kosning í ráð og nefndir. Lögð fram tillaga breyting á skipan í skipulagsnefnd. Davíð Harðarsson hefur flutt úr sveitarfélaginu og víkur því sæti sem varamaður í nefndinni. Lagt til að fyrir E-lista verði Valdimar Pétursson tilnefndur sem varamaður í hans stað. Orðið laust þessa tilnefningu. Ef enginn kveður sér hljóðs þá legg ég hana til samþykktar. Þeir sem samþykkja hana gefi merki. Það samþykkt samhljóða og leið langar með að þakka Davíð fyrir hans störf í þágu sveitarfélagsins. Þá erum komin í 5. mál á dagskrá. Það greiðsludreifing á lóðagjöldum. Tekið fyrir 8. mál úr fundargerð fundar númer 442 í bæjarráði þann 19.3. síðastliðinn. Lögðu fram tillaga að uppfærðum reglum og úthlutanir lóða í sveitarfélaginu Vogum ásamt fylgiskjölum og minnisblaði sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu. Afgreiðsla bæjarráðs var svo hljóðandi. Bæjarráð samþykki samhljóða uppfærslu á greiðslufrestum í reglum varðandi úthlutanir lóða í sveitarfélaginu Vogum og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Og þá orðið laust þetta mál. Já, Guðrún gjörðu svo vel, fyrirgefðu. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þessi breyting sem verið að leggja til að greiðslur við lóðaúthlutanir að það sé hægt að skipta þeim upp í 6 greiðslur og það í raun verið að formgera reglur og upptakturinn að frekari vinnslu að mikilvægt fyrir sveitarfélagi sem stjórnvald að hafa skýrar og gegnsæjar reglur þannig að við munum halda áfram að vera að taka vinna í þeim reglum sem að gilda og gera þær skilvirkari fyrir sveitarfélagið. Takk. Takk fyrir þetta, Guðrún. Hvað var í statur hérna? Já, orðið laust ennþá, að sjálfsögðu. Og ef enginn vill kveða sér hljóðs þá legg ég þetta til samþykktar og þeir sem samþykja það gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í aðrar fundargerðir. Það mál númer 6, fundargerð bæjarráðs Voga, númer 422, 421. Svo skipulagsnefnd sveitarfélagsins Voga númer 68, fræðslunefnd sveitarfélagsins númer 113 og frístund- og menningarnefnd númer 122. Og áður en ég gef orðið laust varðandi þessa fundargerðir, þá langar mig að draga fram bókun bæjarráðs varðandi, Guðrún, geturðu gefið mér málsnúmerið í bæjarráðsfundargerðinni? Númer 2, já, takk fyrir. Það varðandi mál númer 2 í fundargerð númer 422. Þá vil ég leggja til að bæjarstjórn taki undir bókun bæjarráðs og ég skal lesa hana upp. Það bæjarstjórn telur miður að sveitarfélaginu hafi ekki enn verið bættur sá verulegi kostnaðarauki og tekjufall sem sveitarfélagið er orðið fyrir vegna málefna Grindvíkinga. Breytingar á lögum aðsetuskráningu sem sett voru á í kjölfar rýmingar Grindavíkur hafa komið einna verst niður á sveitarfélaginu Vogum. Með aðsetuskráningu íbúa fara útsvarstekjur viðkomandi íbúa til þess sveitarfélags þar sem lögheimili í Grindavík. Jafnframt hefur aðsetuskráning áhrif á framlög úr jöfnunarsjóði.
Fjöldi aðsetuskráðra Grindvíkinga í sveitarfélaginu Vogum á síðasta ári var þegar mest lét 200 manns sem 13,3% af íbúafjölda sveitarfélagsins í byrjun þess árs. Í dag eru tæplega 3% íbúa sveitarfélagsins aðsetuskráðir og með lögheimili í Grindavík. Sveitarfélagi kallar eftir viðbrögðum frá ríkisstjórn hvernig staðið verði á stuðningi við þau sveitarfélög sem mestan þunga hafa borið í stuðningi við Grindvíkinga. Sveitarfélagi Vogar vill geta tekið vel utan þá Grindvíkinga sem hafa flutt til sveitarfélagsins og að vinna úr sínu áfalli. Tilvitnun lýkur og bókun liggur fyrir. Orðið laust engu síður alla fundagerðir og áður en ég legg hana fram til samþykktar þá orðið laust aðra fundagerðir ef eitthvað vilja kveða sér ljós. Björn, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla nú að drepa niður einmitt í fundagerðs bæjarráðs númer 422 og bera það niður í máli númer 9 sem Keilisnes þróun og uppbygging iðnaðarsvæðis en það voru lögð fram drög að samningi við Athygli EHF varðandi ráðgjöf í tengslu við atvinnuuppbyggingu á Keilisnesi á þessum fundi. Og svona sem að drepa aðeins niður í þessum samningi þá samkvæmt honum ráðgjafi Athygli sinna verkefnastjórn og veita sveitarfélaginu ráðgjöf vegna uppbyggingar og nýju athafnasvæði í Keilisnesi en þetta felur meðal annars í sér innleiðing á verk- og samskiptaferlum, greining á tækifærum í uppbyggingu og atvinnustarfsemi á svæðinu, stefnumótun og skilgreining á markmiðum og aðferðafræði tengslu við verkefnið. Hagaðilagreiningu hafi verið vinna við mótun samskiptastefnu í tengslu við verkefnið sem og samtal við væntanlega uppbyggingar aðila sem kæmi þarna að. Með þessu erum við bara að stíga nokkur ákveðin skref í að koma þessu svæði í vinnu og efla uppbyggingu og atvinnulíf fyrir sveitarfélaginu. Og ég bara mjög ánægður með þetta ferli sem við komið þarna í og sem búin að ráða þarna verkefnastjóra þetta mál sem að ég held að sé ekki vanþörf á til þess að ýta þessu áfram. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið laust. Guðrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að víkja aðeins að þeirri bókun sem að forseti stakk upp á varðandi málefni Grindvíkinga að við erum ennþá að vinna í þessu máli og höfum tekið saman og senda á jöfnunarsjóð yfirleitt yfir þann kostnað og tapaðar útsvarstekjur sem sveitarfélagi hefur orðið fyrir og erum í virku samtali við jöfnunarsjóð og ríkisstjórnina þessi málefni. Sveitarfélagi hefur orðið fyrir umtalsverðum kostnaði vegna þessa og því ítrykkaði ég það sem að þið hafi áður bókað að það mjög mikilvægt að sveitarfélagið sé bættur þessi kostnaður og þetta tekjutap til að við getum þjónustað íbúa okkar alla, bæði Grindvíkinga og aðra með sem bestum hætti. Takk fyrir þetta, Guðrún. Þá orðið ennþá laust og ef ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs þá ætla ég að leggja þessa bókun fram til samþykktar og þeir sem samþykkja hana gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Með þeim orðum slít ég bæjarstjórnarfundi klukkan 17:45.